Tóki. Já, góða kvöldið. Þá erum við komin hérna í þriðju keppnina í Tier 1 keppninni og augnablik, smá teknilegur öðruleikar hérna í gangi. Byrju upp á nýtt eftir augnablik. Jæja, þannig við getum byrjað þetta upp á nýtt núna. En já, við erum í þriðju keppninni í Tier 1 á þessu tímabili 2020-2021. Þetta er þriðja keppni af númer 17, já, það er 17 keppnir, þetta er þriðja keppnin og hún fer fram á Autopolis International Racing Course sem er í Japan. Keyrið verða 32 hringir, tímatökur eru byrjaðar núna og hérna í þetta skiptið ætla ég að sleppa þessum player kynningum eins og ég var með seinast fyrir þá sem horfði á þá vegna þess að það er bara of þjált að gera það. Ég ætla að reyna að finna betri leið til þess að nýta það inn í þetta en ég sem sagt heiti Daniel Rúnar Jónasson, keppi í Tier 2 sem Danni var fáta og með mér verður hann Birgir Júliusson sem að keppi líka í Tier 2 undir nafninu Thugger 400 eða 4000 annarkvort, ég manna aldrei. Thugger G400, þarna kom hann og joinaði akkurat rétta tímanum. Allavega, til þess að tala aðeins um þessa keppni hérna, þá erum við með nokkur lið og eins og stendur er liðið G&K Racing. Það er Guffaluff og hann Kári sem eru í því. Og hérna, þeir eru með 66 stig á toppnum. Þar fyrir neðan er Team Autocenter sem eru Halli 000 sé hérna og Skúli 1989 það er þessi hérna þeir eru með 52 stig í þriðja sæti í liðakeppnum er þriðja og fjórða sæti það er jafntefli þriðja og fjórða sæti það er annars vegar Flass og Supergirl sem er sem sagt Back to the Roots GT, hann Hlynur hann er einn í sínu liði að keppa eins og er þar sem að Eva sem að var með honum, hún Supergirl sjálf hún hætti að keyra þessu tímabili og er bak við tjöldin í liðinu þjálfa, æfa en mun koma sterk inn aftur á næsta ári til að keppa með honum Hlyn væntanlega í Tier 1 miðað við hvað þau eru bæði hörku duglegir ökumenn. Hitt liðið sem er með 44 stig sem er í aftum þriðja og fjórða sætið er hérna Biko Racing. Það er streamið stopp hjá mér eða er þetta bara í mínu glugga? Svo skal koma, tjekka því, streamið stopp. Ég sé það ekki, mér sé það allavega með við Twitch síðan hjá mér að virðast að vera stopp. Býttu, ég skal tjekka því, alltaf. Já, hvað segirðu? Er eitthvað að gerast eða? Endilega ef einhver er að kommenta, ef einhver er að horfa, kannski kommenta á þetta.
Jæja. Nú veit ég ekki hvað komið langt í að kynna. Þannig, hérna. Já. Blessa, ég er bara búinn að tala sjálf með maður örugglega 4 mínútur eða eitthvað. Ég verð að spæja okkur að heyrðist ekki þig. Þegar þú byrjaði að tala, þá stoppaði streamið. Það var búinn að kynna 0% eins og staðan er. Já, meinar. Ok, geggjað. En viltu ekki bara skjóta stuttlega yfir þetta og... Jú, ég set þá bara stöðuna á liðakeppninni og setjum þetta bara hérna. Þetta er sem staðan í riðlinu núna. Það sem að sést þarna á þessu mitt er að Sindri Rapp Doxy, hann sagði sig úr Tier 1 núna eftir seinustu keppni og í staðinn fyrir hann kom hann Jónas Már, J. Manis, hann kom í staðinn og við það disbandaðist þess að hætti Hulk Racing að vera sem lið. Eyjó Jóns sem að var í Hulk Racing með Sindra ákvað að keyra bara stakur, ekki í neinu liði en er að vísu ekki í kvöld vegna veikinda. Þannig að það er í raun eina stóra breytingin, en skal ég nú taka þetta á skjánum en ég sé nú ekki gleyma þessu á aftur eins og seinast. En þá skulum við bara byrja að fylgjast með þessu, Biggi. Þá er ég kominn. Þá getum við að fara að byrja þetta. Þessir tæknilegu örðuleikar eru vonandi hættir að stríða okkur núna. Það er nú búin að vera til staðar í allt kvöld. Já, einhverju vegna var mér alls ekki að takast að stríma þess inn á YouTube. Bara forritið hleypti mér ekki inn á síðuna. En það verður bara að upplóta þessu á YouTube seinna. Sömuleiðis verður þessu upplótað á Stöð 2 líka. Já. Við erum bara að muna að seifa þetta. Jæja, þetta ætti að vera í rekord núna, þess ekki nema að sé einhverjar truflanir á því líka, aldrei að vita. Já. En það kemur allt á óvart hér. Förum þá aðeins yfir stöðuna hérna. Hérna sjáum við að Halli 000 er með besta tíman í tímatökum. 5 sekúndubrotum þar á eftir er hann Kári með næst besta tíman og svona er þetta alltaf alveg rosalega close að þessari braut. Þetta er sem sagt Autopolis International Racing Course sem er í Japan sem verður keppt á í kvöld. Það verður teknir 32 hringir og þetta er innan gæsalappa alveg einstaklega skemmtileg braut. Það er mjög gaman að henni. Eða hitt og heldur. Skulum bara hafa það inn í svega. Já, inn í mjög stórum gæsalöpum. Alveg bara með þeim stærstu svegum sem finnast. En þetta er bara áskorun. Þetta eru allt hörku ökumenni hérna og vonandi tekst þeim að halda sér á brautinni og halda þessu sem nógu spennandi reysi. Sjáum að Kári pittar núna, skiptir dekk, þarf að reyna að taka einhvern hotlap á góðum dekkjum. 5 mínútur eftir að tímatökum. Guðmundur Orri pittar líka. Hann er nú þegar í 3. sæti í tímatökum. Já. Svo sjáum við hann Kragdöp Jónægir. Og hann er 0,3 sekúndum frá besta tímanum í 4. sæti. Þar á eftir hann Skúli, líka 0,3 sekúndum frá besta tímanum. Þetta er allt rosalega svipaði tímar sem þeir eru að taka. Og þegar ég fara að hotlapa seinustu hringina
þá verða væntanlega einhverjar breytingar þarna á. Það verður ekki fyrsta skipti sem að við höfum séð það að þessi uppröðun breytir svolítið á seinasta hringnum. Sjáum hérna, Hannes er hérna hálfri sekúndu frá besta tímanum hans Halla. Þorsteinn Rabufans líka hálfri sekúndu frá. Þetta er alltaf alveg rosalega nálægt maður. Sérðu þetta? Þetta er 6 sekúndur bara út á milli hans og Hannesar. Hlynur hérna. Hann er í 8. sæti. Þetta er bara þessi tíma sem er fara. Þetta er svo close sko. Við erum komnir í hvað? Við erum að fara í 11. sæti á hann Guffa til þess að komast yfir sekúndu frá 1. sæti. Frá besta tíma. Það er rosa lítið á milli sko. Það er rosa stutt á milli þeirra sko. Kjassi er hérna að fara að skella sér í pittinn. Hann er ekki ánægður með 10. sætið sitt. Já, það verður komið fresh deck. Það er að ná góðum ring. Hann hefur nú ekki mikið tækifæri til þess. Hann er að klára þennan outlapp og sennilega einn ring í viðbót. Mögulega annan. Ég er ekki alveg kláraði hvernig hann... Nei, hann er 5 ringi í viðbót, ekki meina það. Sjáum við að Hlynur var að setja nýjan qualifying tíma og er komin upp í 4. sætið. .05 sekúndum frá Guðmundi Orra. Það er svo stutt á milli þessar manna. Ef við myndum setja á hlið við hlið, þú myndir ekki geta séð hver er í 1. og 2. sæti. Ef við myndum pakka hlið við hlið. Já, nákvæmlega. Þeir væri bara inni í hver öðru. Það væri... Þetta er rosa flotti tímar sko. Það sjáum við hann hérna Jay Menes, nei hann snýst hérna á tímatökunum. En hann er sem sagt nýji keppandinn í Tier 1 eftir að Sindri Doxy sagði sig úr riðlinum. Þá tók Jónas við í staðinn. Hann er ekki að ná sínum besta tíma akkurat núna. Hann er Subaruinn hans svolítið sleipur sýnist mér. Já, það er sem sagt innan við 2 sekúndur frá 1. upp í 13. sæti og síðan 14. sæti 13 sekúndum á eftir. Þetta getur verið svolítið augrandi að mæta inn í Tier 1 keppnina svona allt í einu. Þetta eru hörku ökumenn sem að leggja mikið á sig til þess að ná þessum tímum og halda þessu consistency á milli ringja. Svo þurfa hann alltaf líka í reysinu að passa að maður skemmt ekki saman. Það geti enda alveg skemmt reysið. Sjáum að Hannes hérna á Lexusinu sínum er búinn að taka besta tíman af Halla og Guðmundur Orri er búinn að koma fyrir ofan Halla líka, þannig að það er aðeins búið að breytast uppröðunin hérna. Já, bætt úr 0,005 upp í 0,052. Já, við sjáum að Halli er með þess að búinn að bæta sinn tíma aðeins. Já. En hérna það voru 5 sekúndum brot á milli hans og Kára áðan, núna eru 13, þannig að... Já, ok. Það var spurning hvað Kári gerir núna. Þetta er held ég seinasta tækifærið hans til þess að ná ofar. Já, og svo var Halli að bæta sig aftur með hann. Hann er komin í annað sæti með 5 sekúndum brotum fyrir ofan Guðmund. Kári hefur 1 ring í viðbót. Já, hann nær hérna sín mér að... halda sig fyrir bakvið. Já, nei, hann nær ekki öðru ring. Final lap. Nei, hans, jú. Ha! Það er allt hægt ef vitið fyrir henni. En hann náði ekki betri tíma. En hann næri kannski núna næst. Nei, ég er bara hvað að klika. Hann væri ekki annar hring. Nei, hann sá að Guffi setti nýjan tíma og Þorsteinn Rabufans. Hann er núna í 5. Það er þetta mjög flott staður fyrir hann.
Keyrir líka á Aston Martinum. Ég hæja þannig, það ekki nema mínúta í þetta. Já, það að klárast hérna. Það var spurningin. Hvað að fara að gerast í þessu reysi, sko? Það spenntur í því, sko. verður fróðlegt að sjá. Þessi braut svolítið erfið þarna seinasti parturinn af henni, þá svolítið mikilvægt að vera með gott grip í dekkjum, þannig að Já, og ekki fara út fyrir þægindar á mann. Já, fróðlegt að sjá hvernig keppendurnir taka á pit-strategíum og svona. Já, líka það. Og svo náttúrulega leiðilegast þegar þú fær mann aftan á þig, þá endar á því að þurfa að stoppa og láta gera við bílinn, en ekki nema að sé bara eitthvað smá tjón. Já, þá sjáum við hvernig þetta mun vera og þá byrjar reysið. 82 laps. 32 hringir. Hvernig það? Við megum ekkert betta á það. Já, við megum gíska. Við megum giska, já. Ég skýt á Valdimar Matt, 9. sæti. Þá byrjar þetta. Þá verður fróðlegt að sjá hvernig fyrsta beygjan fer. Hvort það verður eitthvað carnage eða hvort þeir fara allir vel í gegnum þetta. Rappufanninn, hann tekur þetta smurt. Já, þetta fer að engin út af maður. Gengur smúð fyrir sig. Kári sækir á Gumma. Það verður alltaf svona smá slagsmál í byrjun, sko. Fyrsta hringnum, sko. Þannig er allir að koma sér fyrir í sæti sín. Svo svona fara grúpur að slítast frá og þá fer að vera reis á milli grúpa, sko. Já. En Kári reynir á 3. sæti. Gummi spila mjög flott á vörð. Já, hérna sjáum við Kára. Hann tókst það ekki, hann er að reyna að ná 3. sætinu. Sé að súpinn datt aðeins aftur úr. Já, það þarf að vera stremping fyrsta keppni. Það er Rally. Hann er hérna. Þetta er allt í lagi. Það er mikið pressa að fara að keyra með TR1 gurum í keppni og sérstaklega svona langri keppni. Já, þetta er góð byrjun. Góð æfing. Þetta er mjög erfitt. Vonandi kemur hann sterkur inn í lok, svona seinni helmingi keppninnar. Við vitum ekki hversu vel hann náði að æfa sig á þessari braut. Svo náttúrulega skiptir það líka rosa miklu máli.
Já, það skiptir öllu máli, sko. Skiptir höfuð máli. Annars eru þeir alveg fokkala nálægt góðurinn. Sérstaklega alveg 13. upp í 7. Herru, Skúli, slætaði smá. Missi GTI smá fram á sér. Skúli slætaði smá, segirðu? Slætaði smá. En það að segja á bílnum, misti ekki bílinn alveg og frekar missir einn mann fram á þér heldur en hann spinnar og missir allt. Þetta er mjög þéttur hópur hérna í 3, 4, 5 og 6. Já. Ekki miklir sviftvindar búin að eiga þessi stað eins og er. Nei. Keyra líka mjög bara snyrtilega. Já. Halli er að bæta tíma sinn. Kári að reyna. Hann næri ekki að púla þetta move. Hlýtur að pirra hann svolítið mikið að að sem sagt keyra fyrir aftan Guðmund Orra með númeraplötuna á bílnum You're too slow. Já. En þetta allavega sýnaði fram að hann er ennþá bara að sjá til þess að grúpan nái á Halla og Hansó. Já. You're too slow, segir hérna Guðmundur Orri við Kára. Kári sem er ekki mjög ánægður með það. Ég er ekki sammála því. Kári er búinn að reyna fram úr nokkur sinnum. Ég verð ekki tekist enn. Kíkjum hérna á fyrsta sætið. Hann er ekki að ná að draga mikið á Halla, sko. Nei, ekki eins og er. Búið að vera þess að 0,7 á milli er allt reysið. Alveg ámyndið núna. Nei, þetta er svona. Hann er aðeins að draga á. Já. En ég er að segja að næsta beygja. Það eru ykkur í neistar þar. Þess að Guðmundur Orri er farin að keyra mjög defensive. Mjög defensive. Og sjáum að Rambúfans Þorsteinn er kominn fram úr honum Kára. Það er spurning með næstu beygju, Kári nær honum sennilega aftur. Eða hvað? Nei, hann náði ekki að... Nei. Það virðist vera að stefna í smá svona slagsmál hérna í 4., 5. og 6. sæti sem að kemur sér mjög vel fyrir Guðmund Orra. Þá nær hann aðeins að einbeita sér að því að stinga það af. Keyra og... já. Það er vandamálið við að keppa, sko. Þið eru alltaf að reyna að ná fram úr hver öðrum í staðinn fyrir að vinna saman og sækja á næsta mann. Já. En það er tæknilega sé smá svindl, myndi ég segja, svona samvinna í reysi, sko. Já. En það er Þorsteinn er að sækja Porsinn. Já, Þorsteinn hann er bara að koma sterkur inn hérna, ætlar að koma sér bara ofar á listan. Já. Hannes er aðeins búinn að slíta Halla frá sér. Ekki mikið samt, en eitthvað. Já, hann er kominn inn í sekundu núna. Já. Sjáum hvað Þorsteinn gerir núna. Herru, nei, anskoti. Hvað? Subaru, hann veit bara að vera út af. Það var aftur út af. Þorsteinn tók hérna ytri línuna og smá kontakt hann á milli þeirra, en hann náði fram úr og hann heldur því. Smá. Ó, hann missi líka Kára fram úr sér. Nei, heyrðu. Það er þetta klessa á
Guðmundur á dagurinn eða? Bík og Boys eru fyrir bakvið, þeir næla sig bara í framúr þegar hinn fyrir út af. En mér sýnst þeir alltaf fara að hringa súpan. Það svolítið í það sko, en Já, Subaru hann kominn hérna, já, mínútu og 27 fyrir aftan fyrsta sæti. já, hann lendir alltaf í útdragstur í fyrstu beginni. Það einmitt það sem við erum að tala svo mikið, að æfingin skiptir svo miklu máli á þessari braut og öllum brautum, svo sem, að ná bremsupunktunum og beygjupunktunum og allt bara upp á hár. Þú ert stundum eftir að fara niður brekku og stundum eftir að leina upp brekku og svo kannski halli í beygjunni og Já, svo eru beygjur í þessari braut þar sem að þegar þú kemur að henni þá í rauninni sérðu ekki beygjuna nógu vel, sérðu aldrei apex eða beygjunni fyrir nú komin í beygjuna, sko. Þá þarftu að vita hvað að koma, sko. Já. Kíkjum hérna, það ennþá hérna. Kári ætla fram úr, Kári fer fram úr, býtu. Kári fer fram úr. Já, Kári fer fram úr. Hann náði þessu. Og hann gerði það líka mjög flott. Lítið bíl á milli manna og svona. Ég sé að Þorsteinn með spólvörn á og ég veit að Kári svolítið mikið inn í pittunum, hann sækja ný dekk og svona. Guðmundur Orri, hann ekkert að slá af, sko. Hann ætlar ekkert að leyfa að komast upp með að stinga sig af, sko. Nei, hann ætlar að sýna þeim að þeirra bíl sé of sló. Já. Það alveg bókamál. Línur okkar. Hann ennþá í topp 10. Já. Hingað til Guffi með actiona framan. Smá collision. Sé að Hlynur með einmitt smá skemmt á stöðara. Já. Með aðeins verra downforce í kjölfarið. Sævar Helgi, hann var að lenda í einhverju beðindum rétt á hann. Sýnist mér. 2 mínútur og 5 sekúndur síðasti hringur. Hvað Sævar Helgi? Já, Sævar 13. Já. Og já, James fór aftur út af, hann fór ekki út af, hann spinnaði næstu því. En með þessa Subaru, það gott að vera ekki að íta of mikið á það, þá kannski lyftir headi sér og svona vesen. Já, headinn. Headinn, sko. Það eru vist 2 í þessu. Já, hann hleypið þeim flott fram með sér hérna. Allan að blue flag á honum. Spurning hvort að... Já, ok, hann svo fór fram úr, Halli fór fram úr. Það gaf honum Halla smá gott action, hann er nú búinn að komast nær. Já. Með hann svo. Já, en hann virðist vita það að hérna, þegar hann í þessari stöðu þá mjög mikilvægt að vera ekki fyrir þeim sem eru að keyra hraðar upp á að mögulega skemma fyrir þeim hringina og keppnina. Já. Það í Tier 1 það einmitt stilt þannig í lobbyunum að það ekkert ghost á aftasta bílinn eins og í Tier 3 keppninu. Þannig að við stólum á það að þeim sem ekki að ganga nógu vel að þeir hleypi þá fram með sér. Já, það skemmi ekki fyrir öðrum. Já. Þetta svolítið, það náttúrulega erfitt á þessari braut eins og til dæmis núna, hann að hleypa Bík og Boys fram úr sér. Já. Og þetta var í rosa leiðilegri beygju þannig að það var lítið sem hann hefði getað gert. Því hún fer úr hægri yfir í vinstri þannig að ef hann vinstra megin þá hann fyrir þegar þeir fara til hægri. Já, akkurat. Svoleiðis sko, en hann samt gerði þetta mjög flott, hann má eiga það.
Já. Borsin eitthvað aðeins varna slitna hjá guttanum. En náttúrulega þegar með Aston Martin fyrir fram aðeins sem ég keyrði 14.000 kílómetra Já. og 3.000 þá ég kannski aðeins meiri reynsla á bílnum. Sjáum að Halli hérna er með einmitt Benz sem er hann er nú bara í 2000 kílómetrum, hann er ekkert það mikið ekki. Það verður fróðlegt að fylgjast með núna hvernig tímum Kári fer að ná og hversu hratt og ef eitthvað ef hann tekst að nálgast Halla og Hannes. Já. En hann En það er allavega núna búinn að koma sér upp í 3. sætið og mun sem sagt einblína bara á það að stytta bilið. Sjáum að honum er alveg ágætlega að takast það. Já. 3,5 sekúndur á milli þeirra áðan og núna er strax 3,1. En ef við skoðum aðeins tíminn Autocenter vs Toyota þá var Hanso í fyrsta sæti, keyrir fyrir Toyota og Halli Autocenter keyrir fyrir Autocenter og þeir eru jafnir, ef ég sé ekki að ljúga þetta held ég að þeir séu jafnir stigalega sér tíminn Toyota og Hanso, nei Toyota og Autocenter. Síðan höfum við Toyota, já, Nei, svo erum við Skúla, já. Toyota, þeir sem eru jafnir er Biko Racing Team og Flassa Supergirl. Þau eru í liðakeppni með 44 stig. Já, ok. Í 3. og 4. sæti. Já. Það er Hannes og Valdimar og Matt sem eru með 40 stig í 5. sæti. Já, ekki. Þeir eru í Toyota Gazoo Racing Iceland liðinu. Og keppa... Og approved by Toyota hérna heima. Já, það ekki official sponsor á þetta. Jú, official sponsor. Mér kann að meta mjög mikið, mér finnst það bara mjög flott að svona flott fyrirtæki eins og Toyota og náttúrulega líka Autocenter og Tasty er að taka þátt í þessu og er að sýna þessu mikinn skilning. Já. Það er bara mjög flott. Mjög jákvætt. Mjög flott. Það er aðeins að slitna núna aftur úr. Sjáum við hérna í 8. sæti hans Skúla en hann er hinn helmingurinn af Team Autocenter. Já. En þar er hann Halli hérna sem er í öðru sæti. Hinn meðlimurinn. Og svo sjáum við mitt að sjáum við Kára hérna. Hann er með honum Guffa í hérna GOK Racing. Já, þeirra lið er á toppnum núna með 66 stig. Já. Team Autocenter er í öðru sæti með 52 stig. Já. Team Autocenter er að sækja á Toyota núna allavega eins og er. Skúli fer í pitinn hérna, sækja ný dekk og með skemmta stöðara sem hann lætur gera við. Já. Sævar Helgi hérna á Porschinu. Hann slíta dekkin svolítið hratt. Já, þessi bíl er svolítið mikið fyrir það sko. Já. En svo fer náttúrulega aksturslega líka rosa mikið. Rosa mikið. Fari ekki of hratt í beygjuna og bremsi ekki allt og seint og svona. En í kappastrið þá þarftu svolítið mikið að svolítið mikið svona stærðfræði, aðeins meira en common sense. Þú mátt ekki bremsa of snemma, þá áttu að tapa tíma. Og bremsa of seint, getur skemmt fyrir sjálfur og skemmir tímaðinn. Þannig að þetta finna svona balansi, sko. Já, það er það sem að kemur með æfingunni. Og ég held að sé alveg minimum 100 hringir á mann fyrir race sem þú þarft til þess að svona virkilega fá tökin á þessu, sko. Já. Það sjáum við mjög þéttan hóp 8, 9 og 10. 8, 9 og 10.
Ég var að sjá eitthvað spinna eða drifta eða eitthvað sem mér. Hvar var það? Ja, nei, það var Hlynur okkar. Hann rann eitthvað smá sínsmér, en hann skemmti ekkert fyrir sjálfu sér, sko. Nei, ég sé það hérna. Þessi GTR er víst svolítið mikið spólbíl, sko. Þannig að hann kynni bitinn, laga damage-ið og vonandi ný dekk, ekki bensín. Já, það lítur að vera svona. Þú vilt hafa sem minnsta bensín á bílnum. Hvað gera hann sem Hann er með léttast? hérna áttuna hennar Evu í láni á bílum. Já. Bílinn merta nummer 8 núna. Guffi líka í pittunum. Já. Gera við damage líka. Hann er komin út. Og það gefur Sævar Helga 12. sætið. Kassi er svolítið að sækja á hann Valdimar núna. Já. Valdimar er komin upp í 8. sætið. Hann var að sækja svolítið vel á hann. Það er báðið með svolítið slitinn dekk. Já. En Porsinn er aðeins minna bensíni. Já. Enda er þetta Volkswagen sparidolla. Gummi er svolítið að sækja núna á Rappusvannin, eða Rappuvann. Hérna sjáum við Halla fara inn í pittinn. Hann er fyrstur af þeim í topparóttinni sem fyrir pittinn. Já. Kemur út hérna. Já. Sjötti. 7. sæti, hérna alveg inn á milli Jón Valdimars og Jón Ægis. Já, það passar. Sem að þurfa væntanlega bráðum að pitta sjálfir. En miðað við hvað þeir eru að pitta snemma sumir, þá er spurning hvort að þeir séu á 3 pitta strategi. Setupi, já, gæti verið. Kári fóð með það þarna í síðasta reysi og nægildi sér þar einn flotta stöðu. Já, í þetta skipti er hann ekki ennþá búinn að pitta. Nei, já, og hann er komin í annarsætið þannig að Já, það er rétt. ef ég væri hans svo, þá myndi ég spurning hvað virka betur. Því svo er kannski vont, þú ert kannski að æfa þig og finna út hvað virkar best tímalega síðan. Svo kannski kemur út í pittunum og þá er okkur annar fyrir fram að og stoppa þig. Hann getur skemmt helling fyrir því. Jú, það getur gerst. Þetta er rosa erfitt. Kári sækir hart á Hannes núna. Já, hann er sér aðeins að slíta á sér. Það eru keila, það er einhver endi líka. Það er pitt. Það er pitt hjá Kára. Beint í pittið maður. Þessi veggur þarna á leiðinni inn í pittin, hann er stórhættur. Hann er ekki með það skemmtilegur. Það er spurning hvort Kári þetta eru bak við Jón líka. Nei, jú. Báða, nei. Þú sér að Kári kemur út í 7. sæti líka. Já. Halli er í rauninni, já, hann er búinn að... Ábyrgdekkjum. Hann er ennþá á sama stað. Já. Því Kári fór fyrir bak við hann. Já, akkurat. Það er það sem að vera að tala um. Það er vont að lenda á bak við. Það getur tafið mann. Það getur gert það verulega. Nú er hann fastur á bak við þá báða. En það er þá spurning bara... Það er heldur Guðmundi góðum. Hvenær Guðmundi getur sett á Rappur. Restin. Og hann er þannig að tekur svolítið tíma að pitta í þessari braut vegna þess að þú þarf að taka svo svakalega krók til að komast inn í pittin. Já. Út af þessum vegg. Svo er svolítið vont
eins og til dæmis fyrir Halla, hann pittar, dettur svo á bakvið mann sem á eftir að pitta og meðan hann keyrir á bakvið hann, þá er hann að slíta sín einn dekk sem hann hefði getað að nota í að sækja á aðra. Jú. Þetta er rosalega vont, sko. En þetta er það sem fylgir. En aftur á móti þá náttúrulega Jóna eftir að pitta líka. Já. Þetta er bara, þetta hleypur honum Þorsteini held ég þá bara í 3. sæti. Já, hann Á er eftir. eins og allavega. Já, sorry, afsakið. Þegar hann ákveður að pitta ekki, þá var spurning hvort að Halli nái að halda sætinu, 9. sæti. Já, er það ekki? Er ekki komið á honum? Þetta er komið. Spurning með Kára. Nú geti... Já, að sjá. Kári þá bara að ná fram úr honum og þá geta þau fyrir að sækja á hann Halla. Nei, á hann Gumma segi. Já. Gummi er ekkert á bestu dekkjunum. Það er verið að hringja aftur. Nei. Action. Nei, bara smá kontakt þarna á milli Kára og Jónairs. Sá svo sem ekki hvernig það atvikaðist. Spurning Þá er með... Kári kominn fram úr þarna. Já, Halli fór fram úr hringaði fram úr klín. Þetta geti ekki verið gott. Gummi er að fara að lenda í leiðinda trafíkinu sem lætur Halla sá sækja á sig mjög vel. Þetta er hérna beygjan sem ég var að tala það er erfitt að ná fram úr og hann er fyrir í báðum áttum. Já, en hann passa sig að vera ekki fyrir. Já. Stendur sig vel með það. Kári nær, já. Kári er kominn. Það var bara Halli og Kári. Gæði versus leiktæki. Það ekki það? Já, hvort er hvað? Bensín myndi ég. Segi bara bensín sé gæði. Já, ok. Bensín er það ekki í leiktæki? Nei, hann er með hýta, körfustóla og eitthvað. Örugglega AC líka. Já, ég ætlaði nú að fara að segja að þú væri að fara að segja að Pusjó var í gæði, sko. Nei, ekki alveg, sko. Þú ferð ekki það langt. Ég er búinn að jafna mig til helgina, sko. Sé að Maggi Ingóls kommentar hérna á tjattið að Subaru er rallybíl en ekki brautabíl og það er ekkert skrítið að hann sækir svona í möluna. Já, það reynda skýrir margt. Jú. Bara skella rallydekkim undir þetta og Bara sleppa malbygginu. Colin McRae hérna, já. Það er spurning hvort hann á að halda þá í þá. Já, það er náttúrulega skera beginna svo vel. Já, en ég er samt til hann mjög hugrakkan að vera ekki búinn að lífa. Það væri mjög margir sem að væri búinn að bara íta á exit og fara að gera eitthvað annað. Já, búin að gefast upp. Sér, hann er að drifta. Hann er að drifta. Guðmundur Orri fór út af. Þetta er ekki gott fyrir hann. Missir hérna Kára fram úr sér og kemur aftur inn á brautina 7. sæti og á ennþá eftir að pitta. Þetta er vont. Það má ekkert skeða, þá er alveg bara... Og Kári bara strax kominn að sækja á Halla, sko. Já. Sem að svo sem var að gera allan tíman. En þeir voru bara báðir að sækja á Þorstein. Þeir eru núna að sækja Þorstein. Já, konur núna á Þorstein. Já, núna er að stytta bilið. En Þorsteinn og Hannes eiga báðir ennþá eftir að pita. Já. Konur er á 16. ring. Já, þannig að þeir eru væntanlega á eins pita strategíu núna.
Já, það passar. Því seinna sem þeir pitta, því mögulega betra upp á endan að gera að hotlapa, en ef ég væri þeim myndi ég ekki taka neitt of mikið af bensíni, sko. Nei, Ef þeir myndi fara aðeins yfir halvan tank núna, þá geta þær farið í gegnum markið bara á gufunni. þú sér það nú samt núna að þegar þessi hringur er búinn þá eru þeir búnir með akkurat helminginn af reysinu. Akkurat. En þeir eru búin með meir en helminginn af bensininu. Já. Þannig að þeir verða að taka, já eins og segir, eitthvað aðeins rúmlega halvan tank. Já. Það eru flottir. En þeir Kári er missa alveg væntanlega, aftan á bensunum. já, þeir missa væntanlega, Missa náttúrulega fram úr sér Kára og Halla. já, en það er spurning hvort þeir missa einhverja fleiri fram á sér, út í að það er ekkert rosalega langt í Spurning Í við Jón næsta Þór og hóp, Jón Ægir. Já. Bíkó Boys. Nei, herru býtu. Jón Jú, Valdimars. Bíkó Boys. Jón Valdimars, já. Já, og Jón Ægir. Ægir, já. Gummið komin upp í 11. núna, fyrirgeðu, niður í 11. Þarna fer Jón Valdimars í pitinn. Okay. Spurning hvort Gummi, hann er í leiðilegri hægri beginni. Kári hérna á fjólubláan fyrsta sektor núna. Já. Fylgist aðeins með hérna, hann er að sækja svolítið hart að hann Halla. Ennþá að fjólubláan sektor. Ætli hann sé að fara að slá út besta tíman hans Hlins. Það er spurning. Hann allavega var með besta tíman áðan í langa tíma, sko. Já. Hlinur hefur náð að taka það. Já. Hann hefur alltaf Þorstein fyrir fram að segja eftir í draftinu á langkakallunum, sko. Spurning hvort að hann nýti sér það, sko. Já. Nei, hann hefur hann ekki lengur. Ói, 0,001 sekúnda á besta tíma sinn. Já. Sástu þetta? Já. Nei, ég reyndi sá þetta ekki. En hérna sjáum við að Hannes og Jón Ægir og Þorsteinn er farið í pittinn. Allir á sama tíma. Kári er alveg að vera að taka Halla. Þorsteinn tekur aðeins rúmlega halvan tank. Hannes líka. Við erum að tala að Halli bætti besta tíma sinn 0,001 sekúndur. Það er gott. Það er mjög gott. Það er bara mjög gott, sko. Ég hef einu sinni í lífinu jafnað tíma minn, alveg bara upp á hvað ég er þessu tölu. En ég hef aldrei bætt hann 0,00000. Nei, ég er að tjóka ykkur. En sjáum við bara á því að pitta hérna, þá mistu Hannes og Þorsteinn Fá alveg frá sér. Kára og Halla framfyrir sig 12 sekúndur. Já. En þá er það spurningin, sko. Þeir eru eftir að pitta. Já, þeir eiga væntanlega bara eftir að pitta einu sinni. En þeir eru allir á svipum dekkjum svona þannig séð. Það er ekki það mikið farið að dekkja honum hjá Kára allavega. Þannig að það er spurning hvort að ef þeir ná að halda sínum tímum, bara þessum tímum sem þeir eru að fara, þá ættu þeir að ná að halda þessum 12 sekúndum, halda bilinu í 12 sekúndum. Sjáum að Hlynur eru hérna búin að vinna sig upp í 5. sæti. Já, ok. Láta hann Skyline vinna fyrir því. Já. Gummi er fastur í 12. Það er svo vont að fara út af, maður missir allt Alveg allt momentum, hóp, sko. Já, bara fókusinn og allt. Já,
Já, svo sjáum við að hann hefur pittað síðan líka. Já. En hann átti einmitt eftir að pitta þegar að á þeim hring sem hann snerist. Já. Nú sé það er alveg svona semi-hópur frá GT Iceman upp í Hanso. Síðan Já. alveg í guffa alveg 12 sekúndur. Ég er að fylgjast með hérna núna Kjassa og Valdimar Matti í 10. og 11. sæti. Já. Það Gummi að segja aðeins á. Hann nú búinn að vinna sér helling upp frá hann Sævari, sko. Já, hann var nú í toppbaráttunni í byrjun. Já. Þarna sést það bara rosalega vel hvað það getur. Mikið skeið á nokkrum sekúndum. Já, þú sér það, hann í rauninni snýst einu sinni og fer bara úr það að vera í nánast toppbaráttu í að vera í nánast Síðastur. botbaráttu. Já. Það getur skipt rosalega miklu máli að missa bílinn einu sinni. Já, hann fór allan sinn besta hring. Já, ok, það er ekkert að marka þess mér að fara að segja okkur. Já, jú, 18. hring, jú, hann var að fara sinn besta hring. Já. Síðasta hring. Svolítið skrítið þegar hringurinn þar undan er fljótari. Já. Kannski, Það var eitthvað svona. sennilega outlapp. Jú, geti passað. En Linur allan heldur besta hringametinu eins og er. Já, það er bara gott. Það var Jón Valdimars að setja sinn besta tíma. Já, ok. Penalty. Gessi fyrir fram úr? Nei, hann fyrir ekki fram úr. Penalty, ég er ekki búinn að sjá það í langa tíma. Nei, það er hérna, Jón Ægir hefur nægt sér í penalty. Einhvern veginn. Það er allir dæmislausir, nema súppinn. Hann þarf að hleypa honum fram úr. Gera það fínt og brýtt. Þetta er ennþá hörku baráttu hérna fyrsta og annað sæti, sko. Halli og Kári. Það er súppinn í Jim Canna hérna. Það mist hann. En við sjáum það líka að þeir eru ennþá 12 sekúndum á undan Hannesi og Þorstinni og það verða komin upp í 13 sekúndur, sko. Já, það er það sem ég var að tala um áðan. Þið gætu haldið í farið í pittin og þá eru örugglega allir fjórir þokkalega jafnir, sko. Já, en þeir þurfa að vísa að taka eldsneyti þegar þeir fara í pitti næst. Já, hvað er pittið lengi? Er það ekki einhverja 11 sekúndur eða eitthvað? Ef þú skiptir bara í dag? Jú, var það ekki. Ég tók svo mikið tíman á því. En þá koma þeir úr pittinu þegar hann svo er komið þokkalega slökkt dekk. Myndi ég skjóta á. 10 hringir skera helling af. Kári á góðum fjólubláum fyrsta sektor núna. Já. Hann er nú ekki nema... Hann er nú ekki langt frá besta tímanum. Besti tíminn hans er... Ekki var nú... Halli var nú frekar mjög nálægt rétt á hann. Fjólubláðarsektor. Já. Mjög nálægt. Og hann er á fjólubláum sektor líka. Já, ok. Það er Kjassi. Já. Alltaf áfram að fylgjast með þeim. Ég er að fylgjast með Valdimar og Kjassa. Læti vita að það kemur eitthvað mega action. Það er rosa fallegu bíllinn á honum Kjassa. Smart og cool. Kíkja á þetta sem að sjá hvort þeir ná hérna Besta tímanum. besta tímanum hérna fyrir félagar í fyrsta og öðru sæti. Og Gummi er búinn að vinna sig upp í þá.
Cash á sínu besta tíma allavega. Nei! Nei. Hvað skýr, herbyrði, hvað gangi hana? Fram og tilbaka. Pittu, klast á. Þeir pittuðu og Kári... Klast á. Nei, Halli klast á í pittinu. Já, í rauninni Kári fer fyrir innan hann í pittinum og gefur hann ekki pláss til þess að fara í bílinni. Þetta var mjög... Vinur líka að fara í pittin. Þá ætla ég að fara að fylgjast með Kjassa og Valdimar aftur. Kári er komin út úr pittinum og... er núna týnd í alveg Halla. Halla, já. Mér sýnst það að damage á bílinn, eða bílinn á Halla vera eitthvað damageaður. Já, hann glest á pittin. En... Já... Allavega hann á leiðinu út, sýnist mér. Ekki, Gummi allavega... Já, ok. Það er allavega að grúpa að fara að sækja á hann Halla núna, nei á hann Hlyn. Ok, Kessið á fjólubláðan tíma. Sjáum að Hlynur náttúrulega bara glæni í dekkjum, sko. Hann hefur nýlega farið í pittin. Já, hann fór í pittin eftir þeim. Strax eftir. Guffi hefur lent í ykkur vissinni þarna nei, hann hefur pittað. Já, komið niður í 12. sæti núna. Þetta alveg hróflar rosalega í stöðunni að fara í pittin. Já, öll smáatriði geta skemmt svo svakalega fyrir þannig og verður að vera rétt tímasettu þegar þú tekur ykkur að spesa ákvarðanir. Já, þetta var eins og Ingvar Rúnar segir hérna á spjallinu, þetta var mjög óheppilegt pitkrass. Já. Eiginlega verst að ég var ekki búinn að læra á replay-takana á lyklaborðinu, þannig að ég gat eiginlega ekki séð þetta betur, hvernig þetta atvikaðist. Ég bara, þegar ég horfði á stöðuna og sagði bara fyrst og annars þetta bara skiptast örugglega 10 sinnum á einni sekúndu eða eitthvað. Eitthvað glitchaði á mér. Já, við sjáum líka að Kári í rauninni kemur út í pittinum í 3. sæti en Halli í 7. eða 5. sæti. Ég man ekki alveg hvort hann kom út í 7. eða í 5. Ég held að hann sé ekki kominn fram á Jón Ægir. Nei, hann er ekki kominn fram á Jóna, Jóna er enda fyrir framan hann, en Jón Valdimar sig fyrir aftan hann, þannig að ég bara ekki alveg kláraði hvað hann kom út í pittinum. Já, menna það. Já, ég skil. Hann svo allavega að honum líður vel í fyrsta aftur. Já. Og hann fer á gufinni gegn mark. Það er spurning í hvaða sæti, því miður vitum við ekki ennþá. En... Já, spurning hvort að ég reyni að kíkja á replayið eftir reysið Bara eftir reysið? Já, sjá hvernig pitkrassið var. Mér líst vel á það. Þetta var... Þá getum við líka 21. ring, við höfum bara munað það. 21. ring. Eins og Ingvar Rúnar segir í spjallinu á sýndistónu þeir fara báðir inn á sama tíma en Halli komst ekki fyrir og lenti beint á veggnum. Þetta er mjög óþægilegur veggur. Já, en við verðum eiginlega að sjá hvernig þeir komu að pittinum til þess að sjá hvað orsakaði í rauninni, þar sem að Kári var náttúrulega fyrir aftan. Hann Halla. Þannig að manni líður eins og hann hefði þá átt að vera fyrir aftan hann á leiðinni í pittin líka, en ég sá ekki nógu vel hvernig þetta atvikaðist. Skil. Það gæti verið að Halli hafi ákveðið að eins og seint að fara í pittin eða eitthvað svoleiðis. Það er líka hægt, sko. En Kári er núna að sækja á Þorstein og Hannes. Hann er að reyna að koma sér ofar aftur. 11. og 10. sæti, Borgsarnir, þeir eru að berjast eitthvað smá.
Gummi ætla fram úr. Það ætlar að vera í topp 10. Hann svo er að ringa súpan aftur. Já, Þorsteinn líka. Fjórða skipti. Nei, hann var fyrir. Kári lenti aftan á honum. Andskotinn. Já, Kári er með skemmt dekk og stöðara núna. Já. Það er nú óheppilegt. Kannski gæti hann Halli fengið eitthvað gott að nýta þessu tækifæri. En þetta lætur hann að þurfa að pitta aftur. Það getur skemmt alveg 12 sekúndur. Já. 12 sekúndur og geta hann enda í... Nei, hann er með Devins 30. Já, hann geti enda í 15 mögulega 7. sæti. Við sjáum hérna að á meðan við vorum að velta fyrir okkur þetta pitkrasa þá tók Kári hraðasta hring. Herri, já. Það er ekki með það, Kári. 2003 hringur í hórum. Hlynur er nú ekki langt frá hann á sínum eigin besta tíma, eins og er. Súpen er eitthvað út í móa. En hann er allavega með hann ekki fyrir neinum. Hann er að bakka upp á braut, hann er að bakka upp á braut. Hann ghostast. Úff. Ég horfði á hann bara að bakka upp á braut og ég sá hérna á leiðinni, ég hugsaði bara, neip, nú er eitthvað að ske. En... Hann er núna að leipa Guffa fram úr. Já. Ég held að hann Kári sé ekki nógu ánægður með þetta Devins. Nei. Þetta er náttúrulega mjög óheppilegt. Já. Hvað var aftur besti tíminn? Það var 1:47, hvað, 180 eða ekki? Já, 1:47, jú. Kárin að 1:46, 1:47. Já, það var 1:47, 1:8, jú, eitthvað, 30 eða eitthvað. Eitthvað svo leiðis. En hann Kári virðist vera alveg ná að sækja á Strákarnir samt sem áður. Þorsteinn og Hannes þrátt fyrir skemmtirnar á bílinn hjá sér. Já. Það eru 10 sekúndur fyrir Halla að vinna upp til þess að sækja á hann Kára. Það er alveg rosalega mikill tími á milli, en hann er samt í 5. Já, 10 sekúndur er Það heljarinn er tími mikill tími, sko. í svona keppnum, sko. Já. Sjáu það þegar við erum að tala um að hraðasti tíminn, hann er einhverjum sekúndubrótum hraðari heldur en næst hraðasti tíminn, skilur við. Og þú ætti að fara hann bara hvern einasta hring í röð bara þann tíma og það átti að vinna hann upp þannig, sko, nema vona einhver annar lendi í árekstri. Sjá að Kári er með skemmtan bíl en hann er samt komið með undir 2 sekúndur í millibíl núna. Er að draga vel á Þorsteinn, sko. Og Þorsteinn að draga alveg svona helst eiginlega jafn fyrir aftan hann Hannes. En það er bara, nei, veistu það, mér sýnist með við hvað margir hringir eftir að þeir séu örugglega ekki að fara að pitta aftur. Nei, ég held að Kári láti sig að hafa þetta. Já, það kostar allt og mikið að pitta úr þessu. Sjáum að þetta er að kosta hann í rauninni 13 sekúndur örugglega. Nei, já, þetta kostar bara nokkuð sekúndur brot, sko. Þessar skemmtir. Já. Per hring, skilur við. Þannig að hann frekar keyri með smá slæman bíl í raun og veru og já. En Halli allavega sýnist Halli að taka
hraðasta tíman, sko. Já það, er hann á 4 Hann er að sekúndur? keyra mjög hratt. Já, hann er að keyra mjög hratt, sko. Bíllinn er ekkert að slæta á honum. Hann er mjög svona gentle á gjöfunni. Bílinn bara renni í gegnum beygurnar. Já, hann tók þetta bara mjög flott. Sjáum hvað gerist. Ok. Hann Hann var allavega að stúta hraðastast tímanum sínum. Já. Það verður nú fróðlegt að sjá hversu miklu það munar á hraðasta tímanum hans og síðan hraðasta tímanum í keppninni. Já. Gummi vinur okkar var eitthvað að lenda í ykkur. Nei, ok, hann pittaði. Já. Hann var alveg að ná kjassa á hann, en nú er alveg 20 sekúndur milli hann og kjassa. Já. Sjáum hérna hvernig hann klárar hennar ring, hann Halli, sjáum hvort hann á að bæta tíma sinn. Já. Nei, tókst það ekki þetta skiptið. Tókst það ekki þetta skiptið. Kári er að minnka bilið á milli sín og Þorsteins. Já. Hann hefur 5 hringi til þess að ná fram úr ef hann vill ná betri stöðu. Á meðan er Hannes að auka bilið á milli sín og Þorsteins, þannig að dekkin eru farin að hrjá hann Þorstein svolítið, hann farin að taka lítið hægari tíma núna. Já, akkurat. Það er betur farin dekkinni á Hannesi. Kári í rauninni með mjög góð dekk en Skemmta bíl. þessar skemmtir þær eru að þvæla svolítið fyrir honum. Hann er bara virkilega, hann er að sækja þá. Já, hann er að Hann gera heldur það. bílunni á bakvið sig mjög fínt bara. Já, við sjáum það bara fyrir 2 hringi, þá voru 2 sekúndar á milli hans og Þorsteins og núna er hann bara alveg dett í það að vera sekúndu undan honum. Nei, já. Hann rappið hann. Ykkur er að koma úr byttunum, það er spurningu það er. Já, það er súpi. Það var ekki fyrir Kára í þetta skiptið. Nei. Smá rispa en ekkert damage. Dekkin farin að hafa áhrif bæði á Hannesi og Þorsteini. Já. Þeir eru báðir farnir að fara upp í 1.48. Kári er þetta líka komin upp í 1.48. Halli er alveg í 1.47.2 sko. Hann er komin í núna næstu í sekundu. Hann er að draga vel á Þorstein. Innan við sekundu á milli er hann núna. Ok. Sem þýðir að hann er að fara að komast í tógið, í slipstreamið. Já. Það er ekki góða fréttir fyrir að Þorstein félag okkar. Og Halli er alltaf að bæta, minnka bilið á milli sín og Jónæs. Já. Það er ekki mikið að gerast annað en bara hérna í topparóttinni sko. Það eru nú bara 2 hringir eftir. Núna byrjar actioni sko. Tæknilega segja 3, það er eftir 31. og 30. annar. Já, ok.
Það Þeir er eru með spurning hvað topp 3 Kári menn. gerir. Nei, veitu, Kári, ég sagði þér það. Manstu þegar ég sagði þér það? Ég sagði þér það. Hvað sagði ég? Ég sagði þér það. Þú sagðir það. Það gerist allt. Það gerist allt. Og Ég veit að ætti að hætta að tala. Komin á ljósið núna með 3 hringi eftir. Það lofar ekki góðu fyrir hann. Hann finnst rosa gott að vera með ekki bensin í tankinum, sko. Já, bíllinn er léttur þannig. Mjög léttur. Það var bara spurning hvort að Þorsteinn er að draga eitthvað á Hannes. Já, spurning. Þetta er ekki nógu gott fyrir Kára, sko. Nei, þetta var mjög ofilegt. Það var búin að standa sig mjög vel í að minnka bilið en það getur allt gerst ennþá. Þetta er racing. Annarkvort sé ég framtíðin að Kára fyrir mér út í því þá með Nürburgringum þá líka öskraði eitthvað ógeðslega fyndi og glæsta á eftir það. Þannig að ég ætla kannski að fylgjast með einhverjum öðrum. Er einhver svona sér keppnisaðili sem þú vilt fá út af? Nei. Bara halda þeim öllum á veginum sem þetta er helst, sko. Ég líst vel á það. Kári er samt að sækja bara strax aftur rosalega rætt, sko. Hann er búinn að vinka bilið 1 sekúndu bara strax, sko. Hann er rosa röskur maður. Hann er rosalega snöggur. En ég sé að Halli er kominn aftur. Já, Halli er kominn hérna. Já, hann er að ná núna mjög stedd í tíma, hann er bara fastur á 1.47 eitthvað, sko. Hann er sækja svolítið á hann Jóna er núna. Já. Honum langar að ná upp í 4. sætið. Já, hann er komið á ljósið líka. Hlynur er á ljósinu líka. Svolítið löng braut sem er komin á ljósið. Já, síðan Sæva Helgi er damageaður framan og Kassi er klessuð framan líka. Ja, hann er ekki klessuð, hann er slappur á framan. Núna kemur actionu, það var spurning. Er eitthvað að fara að gerast hjá hann Halla? Nei, Hansó. Síðustu hringur, ja, hann yfirleitt keyrir bara mjög clean og hann lendir yfirleitt ekki í veisni, sérstaklega ekki á síðustu hringu. Já, við erum með svolítið lítið eldsneyti eftir núna, sko. Það er ennþá eftir. Ekki mikið eftir, sko. Já, þeir eru að fara að byrja á seinasta hring. Ættu nú að ná þessu, sko. Já, spurning samt með hann. Kári er svolítið tæpur, sko. Það hefur séð meira bensín á mönnum, sko. En einhvern veginn er hann alltaf að reikna bensínu sitt mjög rétt út, sko. Já. Þar byrjar seinasti hringur og þá er spurning hvort það breytist eitthvað. Já, hvort eitthvað renna þess út af og það er búið að krydda eitthvað á brautina hana. Aldrei að vita. Þannig viltu Subaru út í grasi, út í möl. Já, hann er komin aftur inn á. Kári sýnst mér vera að fara inn að slá svolítið af núna. Það er að þess að halda bara keira þetta safe. Já, hann verður að ná að klára hringina á þessu eldsneyti sem hann á eftir, sko. Já. Ef hann ætlar ekki að fara enda á neðan. Sæva var að fara út, eða mista beinu sinni. Súbbin er farin út af. Og Halli ætlar að fara í 4. sæti. Já, hvernig gengur honum? Já. Sekúnda þarna á milli. Gekk betur rétt á hann, sko, já. En hann á líka rosalega lítið eldsneyti eftir. Og reyndar líka Jónægir. Þeir eru allir bara að klára hérna á gufunum, sko. Já, þeir keyrir þetta allavega mjög safe. Það er ekki mikið risk. Halli held ég að sætti sig við 5. Bara í rólegheitunum í það. Sem þeir hafa er að þeir geta séð náttúrulega hvað þeir hafa estimated mikið eftir. Já.
Halli á Þetta- ekki mikið, ég skal segja það. Hann á eitthvað jafn mikið á Kári. Sko. Þetta virðist alltaf að ganga upp hjá mig allavega. Ég segi að Hannes er hérna Hann svo að fyrir klára í fyrsta sæti. fyrstur. Þorsteinn annar. Kári þriðji. Hann rann í mark. Kári rann í mark. Það er bara svoleiðis. Fór á bensinni. Það er ekkert bensin eftir. Það er ekkert bensin eftir. Ég sá alltaf bara Ingi og hann dett út. Þá er þetta Hannes í fyrsta, Þorsteinn í öðru, Kári í þriðja, Jóna í fjórða, Halli í fimmta, Jón Valdimars í sjötta sæti, Hlynur í sjöunda sæti, Skúli í áttunda sæti, Valdimar Matt, já hann klárar nánast alveg pottþétt hérna í níunda sæti og þar á eftir Guffi í tíunda sæti. Valdimar, Guffi, svo kemur Guðmundur Orri sem að var hérna í toppáráttunni í byrjun og endar í 11. sæti. Þar á eftir kemur Kjessi. Hérna er Sævar. Svo er Sævar Helga, hann klárar hérna 13. sæti. Hann náði að fara alla 32 hringina sé ég, þannig að hann hefur ekki verið hringaður. Líklega lítið eftir að rúðuþurrkunni hjá Valdimar Matt, segir Ingvar Rúnar. Það hefur vantarlega verið í gangi í rúðuþurrkunni hjá honum allan tíman. Ég tók nú ekki eftir því sjálfur en. Nei, ég fylgst því mér ekki með því sjálfur. Þá er Subaruinn búinn að klára, hann fyrir 28 hringi. Og Sævar sleppir að fara í, já. Þá er... Það eru 2 með penalty. Þá er þessu lokið. Sýndu það grænt upp og sýndu það að þegar helgi. Þriðja keppni 2020-2021 tímabilsins er lokið. Meðan Hannes sem sigurvegara. Og já, með besta tíman, það var hann... Það var mun hafa verið Kári, já. Kári með besta tíman. Hann að hringin áður en hann datt hann út af. Bittin. Nei, það var á undan. Þegar hann fór aðeins út af. Þegar lenti aftan á. Ég ætla að seifa þetta replay. Já, Subarunum, já. Já, skipta 21. hring. Kíkja á 21. hring ef að einhverjum minna langar til þess að sjá hvað gerðist, þá ætla ég að hafa þetta stream örlítið lengra til þess að fylgjast með því. Hlynur sagði við Skúla afsakið þetta klúður. Spurning hvað er stíð á þeim líka. Kíkjum á þetta. Já! Það var nú spennandi þegar PlayStation 5 verður komið og þessi loading tímar verða ekki svona langir. Já, taka upp hálft streamið. Þetta er bara næstu í mínúta að loada eitthvað replay sem var 156 megabæt. Það er nú ekki... Það er nú ekki gott. Ný. Þetta er svo sem gömul tækni. Já. Hvað, kom þessi 2013 eða ekki? Jú, eitthvað svoleiðis með. Nei, hvað það er aðeins seinna. 14 mánuðir að hálfur. Já. Við ætlum að vera að fylgjast með honum Kára. Og við ætlum að fara á 21. hring. Það var spólað alveg helling, mann. Það bara horfið öll á þetta aftur. Já. Öll keppnin aftur upp á nýtt.
Ok, hvað er illt í þaumalbrautunum að vera að flakka svona milli með þér? Þetta reddast maður. Þú eru bara hægt að keyra á stýri. Vonandi verður, helst vonandi ekki þetta. með flóaveiki að horfa á þetta. Það var ekki þessi, eða ekki? Nei, það var... Það er í lok þessa rings. Ef við náðum þessu rétt, hérna. Já. Já, þetta er það sem að leit út fyrir hann. Halli hefur ákveðið fullseint að fara í pittinn. Og Kári er í rauninni byrjaður að fara í pittinn. Já, samt ekki þeir. Hann bara bremsar meira, hann Halli síns mér. Það er svolítið erfitt að átta að segja hvað gerðist. Ég er inn í bíl hjá Káran að horfa á það. Þeir fara báðir, jú. Þeir eru inn í báðir byrjar að fara í pittin en... Þeir fara... Já, bara bremsar. Já, Kári hætti við að bremsa þess að komið upp fyrir að klessa á Halla. En skemmir fyrir honum og býr til mótor. Það er vélavillinn og þannig að Já. Svoleiðis. Og fylgjumst aðeins með hérna lengur. Sjáum að Kári fer út í þriðja. Halli þarf að laga bílinn. Já, fer út í fimmta sæti. Já. Já. En svo var nú eitthvað meira. Og kannski kíkjur á hvort það hefur verið hringur 28 hjá Kára þegar hann fer aftan á Subaru í endan. Það var ekki bara... Hann nær besta hringnum hérna 23. Og það var 25. Held ég. Skulum við sjá hvað þessi Subaru er núna. Það var eftir stuttbyrjun og þetta er í raun og veru áður komin að hægri löngu fyrir endan. Það sett hann besta tíma sinn. Subaru en hérna? Nei, hérna er ekki Subaru. Það er annað sæti. Var þetta ekki hérna í fyrstu beginni eða? Þetta er í síðustu beginni. Nú var það þar? Já. Hvað var þetta svona rosalega langt inn í reysið með hann? Er ég kannski búinn að missa þessu eða? Já, ég er búinn að spóla fram í þessu. Þú vissaði? Nei. Þarna er hann ekki orðinn skemmtur. Þetta lítur þá að vera að gerast eitthvað. Svo kíkjum á hvað Subarun er þarna. Já, þetta er sennilega í þessum hring.
bara er að hleypa. Já, þarna segir þetta, já, hann bara... Hann á Subaru Fann hefur hann ekki... eða? Já, hann hefur bara ekki áttað sig á því að Kári var að koma svona rætt í þessari beygju. Já, ok. En, svona skeður, það er bara... Þetta fylgir þessu. Já, það er ekkert við því að gera. Nei, já. Þá ætlum ég bara að segja þessu strími lokið. Þakka fyrir áhorfið og óska honum Hannesi til hamingju með fyrsta sætið og Kára til hamingju með hraðasta tíman. Hraðasta tíma. Og ég þakka ykkur, já, fyrir áhorfið. Og við sjáumst þá eftir 2 vikur á 4. keppni og þeirri keppni verður streymt beint á Stöð 2 e-sport. Og þá ætlum ég að reyna að vera að koma með þessa tæknilega örðuleika í lag hjá mér. Þannig að það verður þetta svona þjált í byrjun. En, þá bara þakka þér fyrir mig. Takk sömuleiðis.